Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín er komin góður gestur. Það er María Pétursdóttir, listakona og aktivisti. Takk fyrir að mæta. Takk. Og standa vaktina í umræðunni mótmælin og andúðina og allt það. Við ætlum að vera fleiri hérna í dag, fólk sem var með í mótmælaaðgerðunum helgina en forfölluðust vegna veikinda. Þannig að ég vil ekki bara aðeins að spjalla þetta. Þetta er svona, svo náttúrulega þarf bara að líta fram á við og við getum ekki alltaf verið að gera upp ykkur mótmæli sem voru. En mér langaði aðeins til að biðja þig bara að kannski segja mér hvað þér fannst þessa reynslu þarna síðustu helgi. Þá er ég að vísa til mótmælana sem voru á Austurvelli og við vorum að ræða þetta við Rauðaborðið í gær við skipuleggjendur mótmælana og svo mótmælin sem voru í Ingólfstorgi þá og svo þennan kannski samslátt eða þannig. Fórst þú yfir á Austurvöll? Já, ég fór aðeins yfir á Austurvöll og Varst með dólg og derring? Nei. Nei, en ég fór aðeins yfir og ég sá að það voru komnir bordarliðar líka yfir með fána og svona sem stóðu bara fast stífir einhvern veginn og það var strax fólk að reyna að reka þá í burtu og stugga við þeim og ég sá alveg að þú veist þetta stemdi í einhver læti þannig að ég var ekki í forminni stuði til þess að vera í einhverju slíku. Þannig að og ég fekk svona líka bara ég fekk pínu svona ég var bara pínu lítið hrædd ég var alveg að viðurkenna það að því mér fannst fólk var að streyma að ennþá fólk sem að ég bölja svona hafði aðeins pata af vissi hverju væru og annað og svo líka bara eitthvað svona virðulegt eldra fólk með íslenska fánan sem að einhvern veginn áttaði sig held ég engan veginn á hvaða skilaboð þau væru að gefa. Það er náttúrulega oft þannig þegar það er blásið til mótmæla þá fólk mætir ekki á sömu forsendum og það er oft eitthvað sem sameinar fólk sem er kannski ekki alveg augljóst í byrjun og mér fannst svona mikilvægt kannski að ég myndi að kalla til aðstandendur þessara mótmæla til umræðina vegna þess að það er á einhverju leyti takmarkandi að dæma það bara sem rasism að það sé rasismi sem sameinar alla þarna. Já, það hefur örugglega ekki, ég held að fæstir sem að, ég held að fæstir í rauninni sem að kannski sýna af sér rasíska hegðun eða bara ég vil tala rasíst, að gera sér grein fyrir því að þeir sé að gera það. Já. Það er alveg ótrúlega algengt að fólk segir alls konar hluti og talar bara svona argasta rasisma en áttar sig ekki á því að það er að gera það og ég vil ekki viðurkenna það þegar þú bendir þeim á það þetta heitir rasismi, þetta eru bara fordómar og rasismi. En rasismi náttúrulega líka eins og skammaryrði þannig að það er svo sem vill enginn gangast við því skiljanlega. En þetta er í fyrsta skipti sem að ég heyri mann þegar við og vinkonum mínar löpum þarna aðeins inn og svo löpum við framhjá og einn okkar er með svona Palestínuklút hálsinn og það kallar maður á eftir okkur, það er allt í lagi að vera rasisti. Hvað gáttu þið svara því? Nei, við náttúrulega bara, maður var eiginlega bara kjaftstopp það er bara búið að gefa leyfi. Við sögðum við vorum ekki að segja að neitt væri rasisti eða neitt skilur, en það var bara að láta okkur vita það. Þarna var bara greinlega að láta okkur vita að þetta eru rasistar að mótmæla, við erum hérna rasistarnir að mótmæla og það er allt í lagi að vera rasisti. Bara ykkur að segja sem eru greinilega ekki rasistar af því þið eru með Palestínuklút. Það var eitthvað svona. Palestínuvinir. Já, Palestínuvinir, já. En sem eru að koma og hneykslast á okkur hérna rasistónum. Við ræddum það líka þessi gæra þetta auðvitað undanfarin var þú talar ótta að það eru auðvitað alveg sögulegu samhengi og bara í nýliðinu samhengi hérna ástæða til óttast vegna þess að það voru búin að vera anstíkilar hótanir inni á VF
Ísland þetta flokka samræðu spjall eða mann útskýrða það betur á spjallborði sem að þeir hentu síðan út tók þeir fram sko. En þar var talað að sem sagt ofbeldi og eiginlega espa upp á múslimahatur og svona þannig einhvern veginn virðist ég skal ekki segja það en það virðist vera sem að svona þessi andúð en það er svo stutt á milli sko þjóðernishyggjunar og rasismans þetta er eiginlega svona svolítið sami sko sikaflutur og sama tening og ég meina við höfum það bara til dæmis eins og frá Brexit þar dæmi það að pólitíkus er að það er auglýsingaspjald með pólitíkus að agitera fyrir Brexit og á bakveðan er svona hópur af brúnum mönnum og sem hann er bara að gefa til kynna að vilja út sko og eftir þetta eftir þessu auglýsingu þá varð alveg sérstaklega mikið vart múslimahatur í Bretlandi og bara svona rasisma þó að það var ekkert sagt þetta var svona, og Brexit var náttúrulega bara svona þjóðernis statement í rauninni við okkur er ekki vel borgið innan Evrópusambandsins og þeir hafa ekki gert vel við okkur og þarna er myndmálið sko, þú veist við þurfum að taka við fullt af fólki inn fullt af brúnu fólki þú veist, þannig að það er rosa þunn lína á milli Jú, margir náttúrulega að skrifa núna sko, segja býtur við má maður ekki halda íslenska fánanum og vera ættjarðar sinni að þess að þurfa að vera bendla við rasisma og svarður auðvitað, jú, það er ekki eins og að það sé alveg samofið að vera trú á skilur að þjóðir eigi rétt á sér bara yfir höfuð, að þjóðarhugmyndin sé bara endilega, en það er alveg rétt að þetta er sko þetta er svo sannarlega, þetta eru systurhugmyndir eða hvað? Já, þetta eru systurhugmyndir og þetta er líka bara, mér var hugsaði mig til sko lögreglukonunnar sem var með merkin sem að var gerð athugasemd við og sem voru einhvers svona rasista merki og einhvers konar nýnasista hópa merki. Já, þetta ekki fyrir einhverju 2 árum sem þetta kom? Ég var nokkur ár síðan, ég held að það sé lengra síðan, ég vel 5 ára eða eitthvað. Og hún þóttist bara ekkert vita hvað þessi merki táknuðu og var bara skiptast á einhverjum sætum merkjum hann við lögguvinni sína. Sko þetta er ekkit held báðilegt, skilur að þú sért í einhverju svona starfi þar sem að þú ert að eiga við alls konar hópa og að þú vitir ekki eða getur ekki lesið myndmál og vitir ekki hvað einhverju myndir tákna þetta fyrir utan það, þetta náttúrulega bara getur ekki verið satt sko. Þannig að og það er svolítið sama þarna upp á teningnum sko. Hvað má maður ekki bara vera með íslenska fánan að mótmæla stefnu ríkisstjórnarinnar í málefnum innflytjanda á Austurvelli. Svo er einhver þarna í íþróttatreyju með 18 á bakinn skilur. Það er alltaf einhvern veginn þetta hvað má maður ekki undir einhverju svona sakleysislegu yfirskyni. En það er, ef við tökum allt myndmál og allt sem sagt þá getum við náttúrulega sko svo auðveldlega dregið ályktanir og það er ekki þannig að við séum bara eitthvað ímyndunarveg sem erum að gera það. Við erum að byggja á þekkingu og reynslu. Já, og þetta er og fyrir utan það hvort sem fólk þetta er einhver leiti vítavert gáleysi þá ef þú ert sko að vera með flagga táknum í ákveðnu samhengi. Og það er kannski það sem ég var að spyrja þótt að þið séu ekki rasistar og kannski þeir sem eru ekki eða skilgreinið ykkur ekki sem rasista og bara við getum ekkert gefið okkur og þeir séu alls ekki, maður skildur náttúrulega ekki gera það sko. En þá og þeir gangast ekki heldur við kannski einhverju sérstakri andúð en á útlendingum nema það kemur auðvitað fram andúð á sko hælisleitendum eða það er sett í það samhengi andúð á aðgerðum stjórnvalda á þessu landamæraleysi og þegar maður fer ofan í þá sauma þá er náttúrulega svolítið margt kannski sem að ræra alls konar upplýsingum saman. Já, og kannski og eins og ég var að segja, þú veist, auðvitað mér finnst alveg allt í lagi að segja að ástandið er ekki gott ef það aukist hatur eða aukist ofbeldi aukist rasismi þá náttúrulega við þurfum að gera betur
lausnin svo að loka landamærunum. Ég held að þar séum við ekki, til dæmis, þar skilur leiðir. Já, akkurat. Og þar erum við komin í svona pólitík sem við höfum verið að sjá sko víða eins og í Frakklandi og víða þar sem eru bara búin til fangelsi. Að vísu þá fólk kannski áttar sig ekki á því að við höfum verið að reka svona fangelsi hérna síðustu ár. Upp á Ásbrú hefur verið rekið hálfgert fangelsi. Þú hefur ekki getað, ég hef þekkt flotta fólk upp á Ásbrú sem að ég hef ekki getað heimsótt af því að maður fær ekki leyfi til þess að fara inn. Fólkið talar sjálft, sko, það fær ekki að vera úti eftir 8:00. Það þarf að vera búið að skila sér inn, annars þarf ekki að hleypa því inn. Þú veist, þetta er náttúrulega svona ákveðin tegund af lokuðu búsetuúrræði. Þannig að núna er verið að tala sko, þessi lokuðu búsetuúrræði sem eru bara sko, ennþá lokaðari. Og við sjáum, ég meina við getum bara farið bara yfir mannkynssöguna og skoðað hvar hafa verið lokuð búsetuúrræði í gegnum tíðina eða gettó. Hvar eru gettó í dag? Hvar er verið að halda fólki inni? Ég meina, getum séð bara Gaza núna í dag, þar sem fólk kemst ekki löndin í strönd og er bara verið að mörkurða lífið. Allstaðar í sögunni þar sem er verið að loka fólk svona inni, þar er verið að beita ofbeldi og ofbeldið ekst. Þetta er ekki laust. Þetta er ekki laust fyrir neitt, sko. Það sem náttúrulega mætti einmitt segja þessar aðgerðir sem að þarna koma fram, þú veist, svona eins og sem presentera sem lausnir, sko, að loka landamærunum og hérna stoppa af, þú veist, fá nafnalista og stoppa af. Ég veit ekki til dæmis hvort þessi gettó eru beinlínis inn á þeirra lausnalista vegna þess að þeir held ég ætla frekar að hugsa með sér að stoppa áður en fólk kemur inn til landsins, þannig að þú veist, kom ekki til, ég skal ekki segja, sko, því það eru auðvitað fleiri hugmyndir þarna undir. En þá, þú veist, burtséð frá því hvort að þetta byggist á einhverju tæknilegri hugsun og lausnamiðra verkfræði og pólitík og sem að menn vilja ekki tengja kannski við rasisma, heldur bara einangrun, þetta er náttúrulega rosalega einangrun að stefna. Já, þetta samt að þess, sko, fasismi er náttúrulega eins og tæknilegt orð bara, og þetta er sko eitt af, eins og þú ert að tala svona gettómyndanir og lokanir, eru þetta eitt af tækjum sem svona fasismi notar. Já, akkurat. Þannig að það er kannski ekki, það er náttúrulega annað skammarriði líka, þannig að það er ekki svo... Já, sem þú mátt ekki kalla neitt núna heldur, en samt... En kannski einmitt þess að þú segir, kannski núna fólk farið að segja bara... Ég held nefnilega, ég fekk líka ástæðan fyrir því að ég var líka hrædd þegar ég labbaði út á Austurvöll og sá einhvern veginn, fyrir fyrsta sko bara brá mér svo svakalega þegar ég sá fjöldan. Já. Og og ég einhvern veginn fekk svona... Já, svolítið svona eins og bara ég var komin til Evrópu nokkur ára aftur í tíman vegna þess að sko fyrir nokkrum árum voru svona þessi eins og í Þýskalandi til dæmis þá voru mjög öflug svona antifasist samtök og Bandaríkjunum líka, ég meina það voru þegar það voru svona mótmæli það voru alltaf antifa mættir til þess að andmótmæla og þeir voru líka rosalega gagnrýndir fyrir að beita ofbeldi á móti eða slást við rasistana eða þá sem að voru einangrunarsinnana eða fasistana eða hvað sem á að kalla mótmælendur, þjóðernisinnana. Þannig að þannig að þetta var svona alltaf stál í stál einhver mótmæli og en í dag svo erum við einhvern veginn við erum að sjá þetta núna einhvern veginn svolítið á Íslandi með No Border allar að og við sáum þetta líka 2023 þegar að fólk var að mótmæla hinsegin kennsluefni í hinsegin málum og þá einmitt mætti fólk þá voru svona mótmæli svipuð eða að vissuleiti sami hópur og þá mættu aktivistar úr hinsegin samfélaginu til þess að andmótmæla. Þannig að þetta var að gerast núna í annað sinn held ég allavega sem að það mætti svona andmótmæla hópur til þess að reyna bara kom ég vekk fyrir það er bara mjög merkilegt að fólk sé tilbúið til að koma
saman og koma, sem sagt, að það sé ekki bara á samfélagsmiðlum eða svona í felum eða með einhverjum leynumerkjum, heldur tilbúið til þess að vera bara stolt, og það sýnir líka kannski vöntun á umræðinu, finnst manni, sko, vegna þess að ef það þannig líka að fólk upplifir að það megi ekki segja neitt, að það sé bara stöðugt stimpla sem rasistar og stöðugt raunverulega ítt og verður fyrir líka, sem sagt, hótunum frá mótmælendum, sem að manni finnst auðvitað að vera miður, þú veist, það er auðvitað skiljanlegt að menn vera hræddir og espast upp óttinn, sko. Mér fannst einmitt þetta ég veit ekki hvort það var frá No Border eða einhver sem var svona í svartklædd með grímu klæddur einstaklingur, sko. Mér fannst það svona mér fannst það svo óþægilegt, sko, og barninu mínu fannst það óþægilegt, vissi ekki, það myndar svona en það er líka bara svona, sko, aktivista pólisía, skilurðu, í mótmælum að vera óþekkjanlegur, skilurðu, að vera bara þú veist, þetta er ekki persónan, þetta er ekki, skilur, og þetta hefur líka með lögreglan að gera, vegna þess að lögreglan á það líka til þess að fara, og við þekkjum það alveg úr búsaldabeltingun á Íslandi, að lögreglan fer að beinlínis að targetera ákveðið fólk og elta það og gera skýrslur um það og annað, kippa þeim út leið og þegar einhverju þekkjanlegur, og þannig að þetta er líka bara varnamekanismi sem sagt aktivistans. Jú. Þannig að Já, ég er ekki að gagnrýna þannig sem einhverja, ég er nú svona að gagnrýna einhverju leiti svona í, ég veit ekki alveg hvað ég segi, ég er bara svona að gera athugasemd við það, þar að ég er bara svona veltaði fyrir mér, sko, það má segja að aktivismi og mótmæla gjörningar eru mjög oft alveg á mörkunum og beinlínis eins og að brenna flögg og eitthvað, það er beinlínis, sko, það hefur mjög mikla merkingu og það er ekkert hægt að skoða það bara, þetta er nú óhefilegt, þetta er nú þetta og svona. Nei, þetta er kannski, ég held að þetta sé, með kannski er ekkert þú ætti kannski að fá í viðtaltíðin einhverja anarkista líka til þess að ræða þetta, en þetta kemur svo mikið úr anarkismanum líka, og ég meina það eru kend allavega aktivista taktík eða mótmæla taktík innan ákveðina hópa, eins og bara hvernig ætlar að læsa þeir saman í keðju, hvernig ætlar að láta lögguna ekki ná því, skil, og þetta er eitthvað sem að þeir sem að hafa verið að mótmæla mikið, til dæmis eins og Palestínu og annað, þurfa oft að kunna, vegna þess að lögreglan hefur oft beitt mjög ósangjörnum aðferðum við að fjarlæga fólk og reyna að stöðva mótmæli og þetta er bara, ef þú ætlar að láta teiðin taka sem aktivisti, þá er bara mjög gott að kunna þetta og þá er líka, getur verið bara mjög praktist að þú þekkist ekki því miður af því íslenska lögreglan hefur ekki verið alltaf að beita sér. Þetta er líka kannski svona einmitt til að sýna bara einhvern, ég veit ekki, baráttu vilja, þar að segja svona, við getum líka, þegar það er búið að vera að hóta því eins og á þessum vefjum, það er búið að beinlínis að segja að það þurfi núna að fara á mótmæli, Palestínumótmæli og berja mótmælendunar og espuppu múslimahattur, þannig að það er raunverulega verið að espa upp ofbeldi, sko, með hattursorðræðu, sko. Og þá er þetta kannski líka ákveðið viðbragð við það bara að vera óþekkjanlegur og sýna líka að þú getur einhvern veginn brugðist við, ekki bara vera fórnarlamb. En þetta er svolítið flókið. Þetta er flókið, margt í þessu, ég meina, en við erum komin á þennan stað, augljóslega, að það eru núna farin að vera ítrekað mótmæli á mótmálin og einmitt. Og svo heldur það áfram í umræðinu vegna þess að einmitt þessi einstaklingur sem var óþekkjanlegur kemur samt í viðtali í fréttum og eins og Sigfús sem var hérna í gær sagði að sér hefði verið hótað af einhverjum frá þeim sem voru á mótmælunum og sagt að þeir vissu hvar hann ætti heima eitthvað svoleiðis, sko. Þannig að í umræðinni svo er það líka, mér fannst nú samt líka þó að einhverjir, sko, No Border skipulagði ekki mótmæli inn á Austurvelli. En það kom svolítið þannig út í fréttunum, sko. Ég segi að það er þar sem að það er náttúrulega fáránlegt að því það voru mjög bara prúð og fín mótmæli á Ingólfstorgi sem No Border skipulagði og svo voru náttúrulega eru einhverjir sem eru reiðir
og mæta inn á völlin og kannski var einmitt fleirum en mér brugðið þegar ég sá mannfjöldan og hugsaði bara ok, við getum ekki sko látið þetta óreitt sko. Ef ég hefði verið yngri og hraustari og allt það, þá hefði ég örugglega staðið þarna með þeim sko. Já. Það bara einmitt þetta líka, það verður að segja eitthvað. Það verður að segja eitthvað og bara nóg að standa sko með eitthvað skilti. En spurningin er bara þessi svona í dag held ég sem margir spyrja sig líka einmitt mótmælendur og aktivistur, hvað er hægt að gera þegar þetta er orðið svona raunverulega baðið líka ákveðinu upplýsingaóreiðu þar sem hægt er að bara sem sagt að setja þínar aðgerðir, þú ert aktivist og þú ert með þitt kannski táknmál á hreinu, þú ert táknmál hinn á hreinu en þau sjálf ekki kannski. Já, og bara í umræðinni og hérna fréttunum sem fara af stað, þar er raunverulega táknfræðin svo óljós að þá er bara spurning hvernig eiga mótmælendur þá að skipuleggja sig. Já, einmitt. Sko, þetta er svo erfitt vegna þess að þegar að náttúrulega við erum að tala um hugmynd, við erum að tala um þjóðernishyggju sem að breytist, mjög auðveldlega verður að rasisma, fasisma, einhverju svona. Þá höfum við bara, ef við skoðum söguna og annað, við höfum í rauninni ekkert tól til þess að kenna fólki sem að gengst inn í svona hugmyndafræði á þess að vita út á hvað hún gengur endilega, heldur bara að það sé að mótmæla því að það eru bara alltaf margir ungir brúnir menn í strætó að hafa hátt eða eitthvað skilur. Það er ofta einhver svona fáráleg rök sko. Ég meina oft er náttúrulega fólk bara hefur ástæð, hefur kannski bara einu sinni upplifað eða hort upp á einhvern tuttagang eða dónaskap. Já, einhver frendi fer ekki vinnu eða eitthvað skilur. Það getur verið svo lítilvægt skilur sem að Nei, mér finnst líka með ekki neita því það getur alveg verið, auðvitað geta verið vandamál auðvitað, það er bara óeðlilegt að það væri ekki vandamál vegna þess að fólk er átt að koma úr svo skelfilegum aðstæðum. En mér finnst stundum vandastund, ég hugsa að er nóg að, til dæmis ekki kannski þeir forhertustu skilur sem eru bara með nýnasista merkin á sér og eitthvað svona, en gagvart svona kannski mörgum sem að halda að þeir séu þarna að fara. Þarna var heldur til dæmis mjög mikið bara einhverju sjálfstæðis kjósendur sjálfstæðisflokksins sem eru svona þjóðernistengjandi og ég meina einhverjir voru búin að tala um þannig að það hefði áhyggjur af því að það væri bara fólk þarna úti að berjast með sveðjum. Þú veist, ég sá svona komment á Facebook bara eitthvað, við verðum að passa börnin okkar, skilur, og eitthvað svona rögl, sko. Þarna finnst mér alveg rosaleg skammsýni í gangi. Þetta fólk er ekki til í að hlusta á röksendafæslu eða ræða hvað er að gera og það er ekki að hugsa um heiminn. Það er að hugsa rosalega sko, svona, þröngt okkur Íslendinga og við þurfum að passa okkur Íslendinga. Það er í svona sko bara makró heimsmyndinni og þetta er ávísun á ef við ætlum að leyfa bara svona hugsun að þrífast auðvitað þurfum við alltaf að vera að kenna og reyna rökstuði og reyna einhvern veginn að breiða út þekkingu. Ég held að það skiptir rosalega miklu máli en ég held að skipti bara líka gríðarlega miklu máli að kæfa í fæðingu fasisma og rasisma. Svolítið erfið myndlíking að kæfa fæðingu? Það meina ég bara, við þurfum að svara því alltaf. Já, það held ég líka. Og ef einhver byrjar á Facebook að töða, það þarf alltaf einhver að svara því. Við getum ekki staðið og látið það órætt. Þá sjáum við líka hvað gerist. En við þurfum að þess að spökulur í samt í finnst mér, sko, að því við höfum alltaf bara brent okkur svo opbáslega í gegnum svo. Við þurfum virkilega að pæla í hvernig við svörum því. Já, ég held og þetta ætlaði ég að segja, mér finnst sumum, það er ekki alltaf sama svarið þetta, það er mörg svör og þetta er langvarandi prósess. En sko, mér var þetta sem kom fram hérna í spjallinu í gær, sem er svona erfitt að ræða, er að það er svo margt hengt saman. Það er sett sko af því, það er umverulega, forsendur eru svolítið gefnar, sko, staðin er svo að það er glæpafólk sem að kemur til að það eru glæpagengi.
það er bara allt annar hlutur um þetta það er bara allt annað og það er heilbrigðiskerfið og skólakerfið. Það er ekki flóttafólk, sko, það er eins og þú sagðir í viðtalinu gerð, þetta er ekki flóttafólk. Nei. Þú veist, þetta eru túrista, þetta er basically criminal tourism. Já, og mannsalið er bara virkilega okkar ábyrgð. Já, algjörlega. Þannig að, en þú veist, þetta er spurningin upplýsinguna, en ég held að sko stór hluti af þessu fólki vill ekki þessu upplýsingu. Og þau vilja ekki auðvitað er hægt það er alveg hægt að fræða suma. Já. Og við þurfum alltaf að vera að því líka. En það er alltaf þetta þegar fólk er orðið hrætt auðvitað og upplifir að það sé bara ógn við dyrnar. Það vill bara fá almennilegan lás. Og þá koma einhverju svona humanistar og sem hugsa við þurfum að hugsa allan heiminn og það er alveg rétt að það kemur alltaf upp við erum fyrst að hugsa okkur, við erum með nóg af vandamálum hér heima og við þurfum að hugsa okkar öryggi og okkar barna og það er náttúrulega líka það er líka að hugsa okkar öryggi hérna heima það snýst líka að hugsa út fyrir landsteinana vegna þess að við getum svo hæglega og á Íslandi, guð minn góður, við getum svo hæglega þurft að flýja þessa eyju. Jú. Þannig að þá er nú bara eins gott að við séum bara friendly sko, og bara svona á vinalegum nótum við heiminn. Fyrir utanlega bara hvað við þurfum þá ýmislegt að gera bara, við byrjum ábyrgð á okkar innviðum, þú veist, og það er búið að svelta þessi innviði. Og þetta er náttúrulega bara lágkúrulegt finnst manni alltaf að fara að kenna flóttafólki nokkrum hælisleitundum að það séu ónýtir vegir og ónýtt heilbrigðiskerfi sko, það getur maður ekki verið sammála og þá trúum maður á því að sé hægt að segja svona, heyrðu, þetta bara er ekki en það er líka eins og sumir tala að fangelsin eru full af einhverjum útlendingum og við erum bara að borga undir þetta fólk það eru þau eru ekki full af flóttafólki, þau eru full af tourist criminals kannski fyrir utan það eru kannski fullaði, en það eru margir útlendingar í fangelsum og það er eitthvað allt annað vandamál sem þarf að tækla á einhvern allt annan hátt. Þannig að en ég er ekkit viss að sko ég held að búa eitthvað svona meira að baki hjá stórum hóp. Já, ég skil þú ert ekki, ég er heldur ekki alveg svo blá og ég heldur bara að þessi hægt að koma með krítartöflu og sína svona það er búið að reyna að gera það svo oft skilur ekki það, ég trú alltaf á það þú veist, að það sé virkilega þetta er annað samhengi en svo sjáum við bara mér finnst að fjölmiðlar verði einhvern veginn talandi að svara og hver svara hverjum þú veist, hvar eru fjölmiðlar sem að bara grípa þetta eins og þú segir, grípa þetta í fæðingu þegar ruglingurinn fer á stað og bara svona vinda ofan að því og sína vel, nei, þetta er ekki svona. Já, það er enginn að gera það sko. Nei, mér finnst það er allt og lítið það og svo er líka en svo eru hlutir að gerast alveg rosalega hratt líka núna í bæði Evrópu og Bandaríkjunum og örugglega hér líka en við erum að sjá svona fyrstu birtingamyndirnar núna en við þurfum að vera rosalega varbergi hvað þetta gerist hratt ég meina bara eins og í Þýskalandi þar sem að þú mátt ekki vera með sko, eða ég man ekki hvað það er jú, ég held að segja í Þýskalandi þú mátt ekki vera með Palestínuklút þú mátt ekki, ég meina það var ráðstefna daginn mjög athyglisverð í Norræna húsinu svona lýðræði innan myndlistar heimsins og já, tjáningafrelsið og allt það og þar var einmitt maður búsettur í Berlín, listamaður sem hafði verið með sem sagt, gert verk því þú mátt ekki vera með Palestínu fánan einu sinni, þá ertu bara lokaður inn í fangelsi sko hvað slags eiginlega lýðræði er það er náttúrulega bara fasismi og það sem hann gerði hins vegar að hann svona eins og framkallaði fánan sko, þú framkallar og farið svona einhverju öfuga liti og hann bara gekk með þannig fána. Það vissu allir að þetta væri bara öfugir litir af Palestínufánanum og hvað áttu þeir þá að gera? Áttu þeir að handtaka hann fyrir það líka? Skilur fyrir tákngerfingin sko. En það er náttúrulega þetta skemmtilega svið sem er sko skapandi kraftur andofsins. Já, þetta er náttúrulega bara kreatífa hlið og bara list sem aktivismi sem list. Og svo gerði hann annað líka því þú mátt heldur ekki segja, þú mátt ekki hrópa út á götu í Þýskalandi from the river to the sea.
eins og gert í Palestínumótmælum og þannig að hann sneri því aftur á bak og sem sagt, þetta var bara spilað í backwards sem er náttúrulega bara stórkostlegt sko að gera en já, hvað ætlar að gera við því? Jú. En náttúrulega mjög oft í þessari mótmæli gangast menn við því að þetta eru gjörningar og þetta séu sko gjörningar sem fara oft út á grátt svið lagalega séu og svoleiðis, þeir gangast við því en mér var svolítið fyndið með eins og var talað um þessi mótmæli á Austurvelli, þá er það ekki svona hugsa kannski beinlega sem gjörningur, heldur þú veist, það er ekki þetta táknlæsi eins og þú ert að segja, heldur bara meira eins og þetta sé svona common sense, þetta er bara skynsemi, þetta er bara það sem við sko það er einhvern veginn tákræna sviðið er ekki það er ekki inn í myndinni, það er ekki þekking á því einhvern veginn eða eitthvað, ég veit það ekki já og líka einmitt kannski ekki meðvitund kannski hvað sem tákn geta haft einmitt fleiri en eina merkingu akkurat, já það er nú bara til dæmis að kenna þetta betur í skólum greinlega já, en svo bara leyfi ég mér að efast samt líka, ég menna að þetta sé endilega þess vegna, skilurðu þannig að Nei, þetta er náttúrulega búið að vera undirliggjandi, ég hugsa að það þurfi virkilega að vinda ofan af því, þetta prógram sem er, þetta er ekki bara af tilviljun sem þetta kemur upp á Íslandi og annars staðar í heiminum og af þessu miklu hraða því þetta er búið að vera einhvern veginn í undirbúningi lengi og þetta eru andstæðir pólar mjög Já, en það er líka, við erum líka stöndum á þeim tímamótum þar sem að sko aldrei hefur verið jafn mikil hreyfing á fólki síðan bara í seinni heimsstyrjöldinni sko og það er held ég orðið meira heldur en þá þannig að sko auðvitað mun þetta valda fjaðrafóki og er að valda fjaðrafóki allstaðar í heiminum en við þurfum einhvern veginn að lenda því á einhvern farsælan og friðsælan hátt og og já, ég meina sjálf er ég náttúrulega bara ég er bara tek undir minn á bortar, ég er algjörlega andsnúin landamæravörslu í hvaða mynd sem hún hefur alltaf aðlega sér ofbeldi, hún mun alltaf aðlega sér ofbeldi fyrir mína parta og ég get ekki tekið undir það mér finnst auðvitað að við þurfum að taka á hlutum eins og svona túristkriminals og öllu þessu sko, en við megum ekki blanda þessu öllu saman. En er það ekki samt gert við landamæri samt, einhver liti? Það er, jú, það er alltaf verið að díla við það. Þannig að þú myndir ekki vera á móti því sko í sjálfu sér? Nei, auðvitað ekki. En þú veist, ég er heldur ekki á móti því að ég er ekki á móti landamæra vörslu, ég er á móti sko landamærum per se að þú megir bara ekki koma eitthvert, skilur eða þú megir ekki fara einhvers stað. Já, landamæri séu notuð sem raunverulega aðskilnaðar sem svona restrictions og líka þannig að sko lönd séu gerð að svona einangruðum stöðum. Það finnst mér bara að vera ofbeldi. Því núna einmitt sko þegar að hugmyndir eru uppi hjá sem auðkýfingum í Bandaríkjunum að koma upp svona litlum bara eyjum sem að einmitt eru auðvitað með landamæri en eru kannski ekki innan þjóðríkisins sko og einmitt gett og hugmyndirnar og svo náttúrulega landamæri leysi alþjóðlegra stórfyrirtækja sem eru oft og glæpahringja þetta, allt setur þetta svona landamæra pælingarnar í forgrunn og það er ekki einmitt það endilega menn vilji stroka út ég segi svona, það er ekki endilega skynsamlegt að vilja stroka út öll þjóðarlandamæri ég myndi halda ekki en hins vegar sko hvernig þú notar þau og hvernig þú skilgreinir þau í samningum alþjóðarsamningum, það lítur að vera og við erum bara, held ég alls ekkit minnst við einhvern veginn ekkit vera að ræða það og þannig að það eru auðvitað bara skýr krafa núna, finnst mér þegar að menn flykkjast að við getum gert kröfu á stjórnvöld og þau upplýsi og bara þetta sé virkilega tekið til umræðu og þetta með Evrópusambandið og svona sumir sögðu að margir sem mættu á Austurvöll hefði verið að mótmæla Evrópusambandinu, einmitt Þannig að það fyrir eiginlega allt í eitthvað það fyrir allt í eitthvað svona pott það sem að bara vera mótmáli hinn á þessu en það er einhvern veginn því miður þá finnst mér aldrei verða til góðs svoleiðis svona samkvöndur þar sem er bara svona hitt og þetta hinn og þessu kasta í pottin það verður mjög óskýrt og það verður ofboðslega mikið upplýsingaóreiða og það verður yfirleitt alltaf bara eitthvað einmitt, kemur út úr því einhvers konar ofbeldi því miður. Og þetta leyfi til þess að kannski skamlausa nema þessi svarað en það er alveg rétt að ég er búin að tala við marga sem að bara voru hérna niður í bæ og þetta var sólríkur dagur og fallegur en
það eru bara mjög margir í hálfgerðu sjokki yfir þessum degi. Já. Einmitt. Þannig að það hafa verið svona mörkuð einhver tímamót á Íslandi þar sem nokkuð ljóst að... Ég er rosalega hrædd um það. Já. Ég er rosalega hrædd um að þessi mótmæli hafi markað einhver tímamót. En svo maður bara eftir að sjá hvað gerist sko í framhaldinu. Og það eins og þeir sögðu hérna í gær Sigfús og Baldur að það mikið fylgi áframhaldandi, sem sagt fylgisaukning. Við þeirra málstað. Já. Og kannski ekki allir á sömu forsendum, en það mikið, sem sagt, þannig að það líka bara umhugsunarefni, það virkilega þörf á því þá að þessi umræða sé tekin og ég held að það þurfa að búta hana niður sko góður, ég held að þurfa að taka bara lið fyrir lið sko, þú veist, það ekki hægt að slá þess allir saman, það verður bara til einhvers konar múæsingar sko, fasismi, rasismi leiðir af sér einhvers konar rasisma og ofbeldi. Við höfum þá bara ærið verk framundan, María Pétursdóttir. Við höfum ærið verk að vinna. Þú ert listakona og aktivisti og einmitt sérð hlutina í svona stærra samhengi, bæði sögulegu og tákrænu, þannig að það bara þörf á því núna, verð ég að segja, að biðjum að koma kannski oftar og við þurfum að taka út svona, við höfum gert áður rætt mótmæla aðgerðir sem þú hefur líka dokumenteraði gegnum tíðina. Hjartans þakki fyrir að koma og ræðum þessi tímamót við okkur hérna á Rauðaborðinu og hlustendum og áhorfendum. Þakka ég fyrir að fylgja okkur eftir og takk fyrir ábendingar og skrif sem að ég hef fengið kjölfarið á samfélagsmiðlum. Því að þessi umræða greinilega ekki búin og við þurfum að ræða málin meira. Ég þakka Löfu Líndal Ólafsdóttur fyrir að vera með okkur og varpa samræðin yfir til ykkar og ég heiti Oddný Eir, förum í frímínútur og höldum áfram hérna eftir smá stund. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.